Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við vorum að koma af samstöðu mótmælum fyrir Palestínu á Austurvelli, mjög öflugt, og fengum hérna til okkar við Anita, hana Leu Maríu Le Marquis og Guttorm Þorsteinsson. Lea er frá friðarsamtökunum, menninga- og friðarsamtökunum MFIK og Guttorm er formaður samtaka hernaðaranstæðinga. Takk hérlega fyrir að koma, þetta voru mjög flotta ræður hjá okkur báðum. Virkilega, velkomin. Takk fyrir. Og mér langar að byrja á þeirri spurningu því að þetta var aðeins nefnt í ræðinni þinni kannski sérstaklega, en líka hjá þér Guttorm sú spurning það hvort að Ísland sé með sjálfstæða utanríkisstefnu. Það svo? Það er það sem við erum að kalla eftir, að Ísland reki sjálfstæða utanríkisstefnu með frið að leiðarljósi. Af því að þó við séum lítið ríki að þá getum við vel Haft áhrif, klárlega. Haft áhrif, akkurat. Og við teljum okkur alltaf vera fyrirstæðlustu þjóði í heimi og standa fyrir frið. Alltaf vera að tala um þessi gildi okkar. Já, sem að við náttúrulega klárlega erum ekki þegar við erum aðili að hernaðarbandalagi. Nei. Og eins og núna í árás Ísraels á Gaza þá hefur það sýnt sig að við erum ekki hávært að berjast fyrir friði og leggja áherslu á friðar viðræður Og þetta, Guttormur, þetta er eitthvað sem við ættum að vera að gera. Við verum samkvæm sjálfum okkar. Þá myndum við vera að gagnrýna þetta. Við tölum fyrir friði, mannréttindum, alþjóðalögum. Já, akkurat. Og það er náttúrulega, það er ljóst að meðan við erum í NATO og við erum í þessu hernaðarbandalagi, eins ankannalegt og það er með verandi herlaus þjóð, þá erum við augljóslega ekki, það sýnir okkur bara verk okkar og gjörðir utanríkisráðuneytisins að við erum ekki með sjálfstæða utanríkisstefnu. Og eitt náttúrulega kannski augljósasta dæmið svona undanförnum árum er eitthvað sem er bara algjörlega óumdeilt á Íslandi með allar skoðanakannanir og náttúrulega í fleiri löndum er að við startum að taka þátt í banni Sameinuðu þjóðanna við kjarnorkuvopnum en það fæst náttúrulega ekki gegn af því að það er gegn stefnu NATO og það er verið bara gefin út lína það bara má ekki einu sinni viðurkenna eða tilvist þessa samnings En þú veist, svo, það er einhvern veginn, það er svo einhvern veginn á skjön við allt sem að allir á öllu pólitísku sviðinu af venjulegum Íslendingum finnst að við ættum auðvitað að taka þátt í að banna kjarnorkuvopnum. Það er bara þessi pólitík, þessi lína NATO sem að ræður og maður sér þetta auðvitað á fleiri, eins og ykkur segir, með Ísrael og fleiri sviðum. Svona fyrir þá sem ekki skilja er kannski ekki vel informeraðir eins og maður segir á góðri íslensku hverju er stefnan okkar bundin? NATO? Já, NATO og Bandaríkjunum og það er voða lítil tilraun til þess að vera nokkuð tímann með einhverja sjálfstæða utanríkisstefnu til að móta sér einhverja stefnu til að gera eitthvað út af það að við séum vissulega friðsöm og herlaus og svona og ég meina og meira að segja NATO-ríkin svo Noregur hefur gert meira út á það þó að það har oft verið svona kannski ekki alveg hefnast eins og vel og maður myndi vilja en Írland til dæmis er ekki NATO þannig að þeir hafa verið kannski það Evrópuland sem hefur staðið sér skást þegar kemur að málefnum Palestínu núna. Já, þau hafa að tala svona svolítið hátt. Já, það var svona, þú veist, jafnvel gefið í skín að þeir myndi taka þátt í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael og utanríkisráðherra Írlands hefur svona verið svolítið afgerandi í sínum yfirlýsingum en Ísland einhvern veginn og samt vorum við í rauninni og það var kannski eitt af fáum dæmum að við höfum virkilega verið með sýnt eitthvað frumkvæði í svona utanríkisstefnu þegar kemur að friðarmálum er að við náttúrulega vorum fyrsta Vestur-Evrópuríki til þess að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. En er þetta ekki svolítið mýta þetta með að við séum friðsæl þjóð og herlaus og allt þetta? Hversu herlaus erum við? Ég miða við þetta. Það er enn í rauninni innviðir bandaríska hersins í Keflavík. Það er ekki svo langt síðan þeir voru með vélar og greinilega æfa eitthvað. Já, það er bara árlegt. Það er bara, mjög stutt síðan. Gistinóttum bandarískra hermanna fjölgar ár frá ári. Sem er alltaf skelfilegt. Sem segir manni alveg að við erum ekki eins hlutlaus og kannski við viljum meina. Við komum við lögðum við tjötnina í ráðhúsinu og þar er úkraínski fáninn uppi. Og okkur blöskar að það. En tillögu sósíalista fyrir nokkru var að setja upp Palestínufánan var neitað.
og nú voru Vinstri græn heldur að leggja fram þá til að Reykjavíkurborg yrði vináttuborg við Héras í Palestínu. Því var hafnað líka. Því var hafnað. En Úkrænufáninn er beint settur upp. Hvað á að deila því það? Hver er eiginlega skýringin á þessu lega heldur? Af hverju er þetta svona? Já, einmitt. Við veitum alveg. Þetta er náttúrulega, manni blöskrar þessi tvískunungur einmitt að í tilviki Úkraínu að þá er beint farið í að fordæma og við opnum arma jafnvel okkar. í svona einhverja hernaðarlega aðstóð við Úkraínu sem ég held að sé alveg kolröng aðferð. Eins og ég nefndi í ræðunni að þá segir Þórdís Kolbrún á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, þá segir hún mannkynsins vegna að þá verður Úkraína að sigra. Þið veitir það er þessi sko hernaðarhyggja, þessi svona herskáa orðræða vegna þess að mannkynsins vegna að þá verður stríðuna að linna. Og það eru auðvitað miklir hagsmunir í því að halda stríðum gangandi og það er í rauninni það sem er verið að gera í tilviki Úkraínu, að það er verið að dæla vopnum og ekki verið að leggja púður í friðarviðræður. Og við sjáum það líka á Gaza. Vopnin halda áfram að berast, það er ekki sett bann á vopn. Það var bara, þau vilja bara sigra rússana. Þau telja að það sé ekkert annað sem geti mögulega gerst. Það verður bara fullna sigri yfir rússana. Annars verður bara eitthvað... En það er náttúrulega lína NATO. Þannig að þá komum við aftur að því sem við sögum áðan, að við erum ekki að reka sjálfstæða utanríkisstefnu, heldur erum við að fylgja NATO, fylgja Bandaríkjunum í rauninni. Það voru margir líka sem áttu sig ekki alveg hversu alvarlegt að væri er að vera í NATO. Við þyrftum að til dæmis borga þeim sinn skerf í hernaðar. Sko það eru svo margir sem áttu sig ekki alveg á því hvað felst í því að vera í NATO. Já, náttúrulega, þú veist, eins og allmis, og þetta er endur svona eitthvað sem hefur kannski líka breyst svolítið með veru okkar í NATO á þessari öld, svona síðustu 20-25 árum síðan. Þá hefur Ísland farið að taka einhvern veginn miklu meiri þátt í einhvern svona hernaðarparti NATO og það er náttúrulega líka kannski kemur út af því að NATO er að svona eftir kalda stríðið að svona endur uppfinna sig sem einhvers konar ekki bara bandalag gegn Sovétríkjunum heldur einhvers svona bandalag með einhvers svona ytri tilgang líka tekur þátt í aðgerðum í Afganistan og Líbíu og Balkanska fyrst á 10. áratugnum og Ísland í gamla daga var alltaf bara viðurkenndu það, við vitum ekkert hermál og við vorum bara eitthvað svona aðeins að þræta sko hvað ættu að vera margir hermenn á herstöðinni og svona og upphála var það náttúrulega til að takmarka fjöldan sko frekar heldur en til að fá fleiri eins og var svona á síðustu árum herstöðarinnar í Keflavík. En núna á þessari öld höfum við farið að þykjast hafa eitthvað að gera að tala meðal hernaðarveldana, mæta á einhverju fundi, taka þátt í einhverjum herráðum og ég efast að það sé neitt í utanríkisráðuneytur sem að viti neitt þessum mál, en samt erum við að úttala okkur þetta. Og þú veist, við í Afganistan náttúrulega sko gengum við svo langt að við vorum að senda friðargæslulið, það var talað það hér heima við, en í úti þá var þetta bara íslenski herinn sem var mættur þarna og þú veist við svona verið að styðja allskins af þessum verkefnum sem að NATO hefur verið í fyrir utan landamæri NATO og akkurat núna sjáum við það akkurat í Úkrænustríðinu að nú erum við að fara eða hvað 300 milljónum í að kaupa vopn með tekkum fyrir Úkrænu sem við höfum ekkert að gera með, ekki neitt alls ekki og og ég meina, þú veist, auðvitað er sjálfsagt að styðja sko stríðsjáð ríki með allskins hjálpastarfi og svona einhverjum borgarlegum vörnum mögulega, þú veist, hjálpa sjúkragögn og mat og innviði og þú veist en ekki vopn mér finnst það svolítið stórt skref og við höfum, það var einhver sem að sagði sko, jú, en við höfum nú verið að taka þátt í að kaupa vopn sko þegar við vorum í Írak og Afganistan og er það mjög gott fordæmi? Er það eitthvað sem við viljum endurtaka? Viljum við vera stolt af því eitthvað? Já, að við tekið þátt í því. Akkurat. Þetta kom okkur ekki neitt við, ég skil ekki svona af hverju við erum að blanda okkur í þessi mál. Við ættum að blanda okkur í þau til þess að tala fyrir friði. En sko hernaðarlega er ég að meina. Af hverju við að kaupa vopn fyrir lönd, við erum ekki svona her sjálf. Akkurat. Við teljum okkur einmitt, eins og ég sagði hann, vera friðsælustu þjóði í heimi og allt þetta, jari, en einmitt, við erum að blanda okkur í þetta af friðsamlegum ástæðum, en við erum að gera á kolröngu forsendum, svo tölum við að það sé ekki til peningar hérna fyrir skólamáltíðum, en við erum 300 milljónir fyrir
skiljiði. Þetta er bara svo galið, þetta er svo skjön við allt sem að við eigum stöndum fyrir, þú veist, á heimsvísu, frið og allt þetta. Og NATO vill að við pumpum meira af peningum í hergögn og svo framvegis, en Lea einmitt Þórdís Kolbrún, hún segir að við verðum að sigra Rússana mannkynsins vegna, en svo segir hún ekkert þjóðamorð sem í gangi í beinni útsendingu. Nei, en hún ríkur til og fordæmir þegar þessi drónaárás Írana, hún var ekki lengi að bregðast þar við og Bjarni reyndar líka sem forsætisráðherra. En áttu þeir ekki rétt að verja sig? Var það ekki alltaf eins og Ísraelir sögðu sjálfur? Það er nefnilega það sem virðist vera í þessari utanríkisstefnu að maður er ekki það sama og maður. Nei. Þannig að einhver drónaárás þar sem að enginn deyr, það er ástæðs að fordæma það leið, en árásir, linnulausar árásir í 6 mánuði þar sem að fólk er svelt og hrakið á flótta og myrt. Og ég meina þeir sendu sprengju á íranska, drápu embættismenn að sjálfsögðu svaraði tilbaka. Ísrael og Írana, þá er Ísrael lengi búið að vera að gera árásir á íransk skotmörk hér og þar og þau viðurkenna aldrei að þau sé að gera þetta. Þau eru ekki búin að viðurkenna árásunar á sendiráðið í Damaskus í Sýrlandi en þau gerðu það klárlega, það eru allir á því en einmitt. Þau geru árásur á 3 lönd á einum degi. Þetta er ekki einu sinni flókið mál. Það liggur fyrir, lögin eru til, það eru lög hernað í heiminum, það eru lög mannréttindi og svo framvegis. Staðreyndirnar liggja líka fyrir. Og það er ekki beint Íran í þessu sambandi sem er að valda uppþótti eða usla eða íta undir tilhneiginguna til stríðs. Alls ekki. En þetta er opinbera orðræðan, það er að við styðjum alþjóða lög og að allir að fara eftir lögum og svo framvegis, en þegar til þess kemur að þá er það alls ekki svo. Ég meina, múrinn sem aðskilur Gaza frá restina af Palestínu, hann er ólöglegur. Það er eitthvað sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa álíktað þessi múr er ólöglegur og hvað hefur verið gert til þess að framfylgja því að hann verði rifinn, ekki neitt. Við reyndar vorum að tala um þetta á hann. Það var myndband af fólki í Gaza að rífa niður. Já. En þetta er líka eitt akkurat sko með þennan tvískynung og akkurat varandi í Úkraínu. Það er alltaf, þú veist, þetta komu Vesturlönd fordæmdu mjög Rússa fyrir að hertaka Krímskaga og svo fyrir að ráðast inn í Úkraínu sem fullvaldaríki og auðvitað þetta er brot alþjóðalögum líka en það er talað um þetta, þú veist, þetta sé eitthvað svona séu Rússar að brjóta þetta tabú sem hefur verið eftir seinni heimsstyrjöldina að hernema lönd, en hvað er fyrsta landið sem að eiginlega í rauninni brýtur þetta tabú? Það er Ísrael sem hefur alltaf verið óatalið. Það hernemur Gólanhæðir, það landtökubyggðirnar auðvitað, allt sem er utan landamærinnar frá 67 eða þú veist, upphaflega samþýttar náttúrulega upphaflega planið frá 48 náttúrulega löngu var náttúrulega miklu minna heldur en þau landamæri sem voru sett 67. Þannig að og akkurat allar þessar endalausu ályktanir í Sameinuðu þjóðunum sem hafa verið gerðar gegn Ísrael eða sem hafa stoppað í öryggisráðinu því að Bandaríkin beita alltaf neitunarvaldi. Þannig að og svo sér maður það núna sko, svo fór eftir Úkraínustríðið þá fóru Vesturlönd í svona kannski svona PR-herferð til að fá fleiri lönd í söðrinu til að hjálpa Úkraínu og styðja við Úkraínu og vísa þá í að Rússar hefðu vissulega brotið á fullveldi Úkraínu. En þetta er einhvern veginn alveg búið að gjörsamlega eyðileggja þetta náttúrulega með hvernig við förum með Ísrael og Palestínu. Það er svo augljóst hver að Ísrael eru stundan ákvæmlega jafn mikil og ef ekki meiri brota alþjóðalögum og Rússar en ekkert heyrist. Þetta er terrorist land að mínum að þetta sko. Þetta eru hryðjuverk sko. Þetta eru klárlega hryðjuverk. Þetta er svo sorglegt að því að þessi stoppsamningur Sameinuðu þjóðanna, hann er svo fallegur og flottur og það komu held ég bara allar þjóðir heims og voru mjög til í þennan stoppsamning og vildu ganga eftir þessu verklagi en eiginlega strax bara einmitt, þú veist, 47-8 að þá er farið í það að stopna Ísrael og þau brjóta þessar samþykktir bara strax þannig í byrjun. Því miður og stórveldin hafa beitt sér mörg til þess að ná sínu fram bara í bága við stoppsamningin. En margir eru að tala um það núna að núna er þetta kannski að verða augljósara að svona hefur þetta í raun verið en fátækari partur heimsins þjóðir sem eru í BRICS og svo framvegis, kannski Suður Afrika helst búin að vera að tala þessum nótum að þau vilja áfram vinna í Sameinuðu þjóðunum innan þessa verklags en bara láta þetta virka í alvörunni eins og átti að virka.
Er þetta eitthvað lega? Eigum við ekki að vera þarna með Ísland að tala fyrir því auðvitað við viljum að samningi þjóðanna sé fyllt, við viljum að þessi öryggisráð, við viljum að þessi alþjóðalög svo við getum komið í veg fyrir stríð og hörmungar. Klárlega, en núna undanförnu hafa svo margir bara mist algjörlega trú á þessum opinberu stofnunum og eins og Sameinuðu þjóðirnar sem eru ekki að fungera með þessu vetói. Og núna bara hérna síðast þegar í rauninni Bandaríkin kom í veg fyrir að Palestína sé fullgildur aðili að þá já, það er erfitt einmitt að trúa á þetta kerfi þegar að það er í rauninni svona óréttlátt. Þegar eitt land getur einmitt bara vítóað og þá því bara tekið sem þá er bara that's the end of discussion sem maður segir. Sko það sem er líka er að vestræn ríki hafa svo ótrúlega mikla ábyrgð vegna þess að ef að við aldrei bregðumst við þegar alþjóðalög eru brotin að þá í rauninni höfum við skapað skrimsli. Já. Ísrael er fasíst hryðjuverkaríki og en það er að miklu leyti til vegna þess að önnur stórveldi og hérna vestrænaríki hafa leyft því að gerast 100%. Með því að ekki bregðast við. Og það er engin ástæða fyrir því að það breytist núna. Já. Nei, einmitt. Þannig að við í rauninni þurfum að setja mjög mikinn þrýsting, þetta er alveg svona grettistak að láta þetta kerfi fungera eins og það ætti að gera. Það er kannski eitt í þessu að því að Bandaríkin hafa verið svo ótrúlega voldug í heiminum frá seinna stríði að þau hafa bara í rauninni fengið að ráða öllu. Það var samkynniðu Sovétríkin og þá var heiminum kannski splittað í tvo hluta kannski, eða valda stólpa. Svo eftir fall Sovétríkjana þá eru Bandaríkin ein, þannig eftir. En núna er að verða svona, það sem sumir segja þessi fjölpóla heimur. Að mögulega eru að nálgast þann punkt í sögunni þar sem að það verður bara ekki hægt að stoppa réttlátar og sjálfsagðar kröfur ólíkra heimsluta friðsaman og reglubundin heim. Eins og Bandaríkjamenn oft nefna sjálfur þegar þeir segja að við séum í svona reglubundnum rule-based order sko, en þá í raun bara við þá sjálfa. Þeir vilja reglunar gildi sig en alls ekki aðra og ekki þeirra hendar þeim ekki, en eins og með Palestínu að Ísland viðurkennir Palestínu og við erum einmitt eins og staðir Guttorm með fyrst í Vestur-Evrópu til þess að gera það. Og ég held allan ef það er áhugavert að vita hvað ykkur finnst. Ég held að Ísland geti spilað alveg töluvert stórt hlutverk með við stærð okkar ef við bara ríðum á skarið og segjum, þú veist, köllum þetta það sem þetta er. Klálega, ég er alveg sammála því að Ísland gæti haft mjög veigamikið hlutverk. Það er ekki af því að við erum fá sem að við getum ekki gert eitthvað sem skiptir máli, af því að maður getur alltaf verið gott fordæmi og við erum náttúrulega með mjög nágranna Íra sem að gera margt gott. En ég hef svolítið grænslast fyrir samstarf við Íra og þau eru mjög lítil hjá íslenskum flokkum. Þannig að það er bara svo margt sem er hægt að gera sem þarf bara að hrinda af stað. Ef viljin er til stað. Ef viljin er fyrir hendi nákvæmlega. En að því varst að tala Bandaríkin að þá eru Bandaríkin náttúrulega svona hnignandi heimsveldi og hnignandi heimsveldi er alltaf mjög ljót. Mjög. Þannig að það er líka bara við erum í þessu ljóta tímabili þar sem að þetta heimsveldi sem hefur fengið að trölliða öllu er að hnigna. Þetta, að mínum mati þá verður Bandaríkin eftir þetta ekki litið sem með augum. Ekki það að það er sér búin að vera mjög vinsælir svona senustu áratugi en ég held að þetta verður dálítið svona byrjunin og endinum sko hjá þeim og Ísrael hvað varðar svona heims álita að vera dálítið svona ég vona það allavega. Það verður dálítið bara paræja eins og maður segir. Við höfum náttúrulega séð mikinn titring svona í bandarísku samfélagi og bara almenningur almennt bara, nú að því við erum með þetta í beinni bara símanum okkar, núna sjáum við sannleikan. Eins leiðilegt að hafa verið að þetta hafi þurft að gerast svona en þetta er samt búið að gefa okkur það mikið upplýsingaflæði, veit okkur það mikið að upplýsingum að núna getum við virkilega mynda okkur skoðun á því bara, heyrðu, er þetta búið að vera að gerast? Við höfum ekki hugmyndu á því við lærum ekki hugmyndu í skólan. En nú erum við með þetta allt í beinni, nú getum við mynda okkur skoðun og séð hver raunverulegur óvinnurinn er. Þannig að ég er svona vona og finn svolítið að eins og sérstaklega yngri kynslóðunar eru gjörsamlega með opin heila og opin eyru og augu og allt fyrir hver raunverulegur óvinnurinn er og það eru ekki Miðausturlöndin.
Já, ég held akkurat að manni sýnist að almenningsálitið bara allan heim í Bandaríkjunum í Evrópu, það bara jafnvel sko akkurat í Bandaríkjunum sem var náttúrulega oft mjög höllundir sionisma bara svona almenningur, það líka bara, þú veist, fólk sér þetta með eigin augum, það getur ekki litið fram hjá því. Nei. Og við kannski hérna á Íslandi vorum svolítið svona miklu leiti þökk sín alltaf hérna, Ísland-Palestínu sem að rak hérna, mjög svona góða herferð til þess akkurat að bara fá flesta Íslendinga á band Palestínu og náttúrulega partur af því akkur við erum fyrsta hérna, Vestur-Európa-þjóðan og við skulum þá alveg akkurat viðurkenna það er sest, eitthvað sem að kemur úr grasrótinni, það er eitthvað sem er barátta hérna, frjálsra félagsamtök eins og hérna, Ísland-Palestínu sem að veldur því og þannig að við getum náðu þessu skrefi, þetta er gríðarstórt skref. Þannig að þó að við höfum svo, þú veist, íslensk stjórnvöld hafi ekki gert í framhaldinu með þetta, þá allavega sýnir þetta að það er hægt að ná ýmsu fram í svona innan frjálsra félagsamtaka og með þrýstingi og með því að hafa áhrif á almenningsálitið. Hafa hátt. Sniðgöngurhreyfingin hefur náttúrulega verið að gera ótrúlega hluti. Þegar við sjáum þessar stóru keðjur, verslanakeðjur sem er að breytum greiðslu fyrirkomulag. Það er allir sem skiptir virkilega miklu máli. Virkilega. Þessi peningar sem eru að renna til fyrirtækja sem að styðja þjóðamorðið. Þetta er mikilvægt að við höfum náð að snúa því við og vonandi hérna, heldur þetta áfram. Við getum kosist með peningunum okkar sko. Mjög mikilvægt að þegar í mótmælaaðgerðum og í hvers konar baráttu að við náðum að beita einhverjum afleiðingum og sniðganga er svo góð afleiðing, það er bein ef að margir taka sér saman í því að þá erum við að tala gríðarlega hagsmuni sem að varða þessi fyrirtæki. Því að peningurinn þeirra er það mikilvægast sem þeir eiga og ef að þeir sjá eitthvað downfall í fjármálum, það er hættulegu leikur fyrir þá. Og svo er þetta líka sko, BDS kannski horfum mikið til sniðgöngurinnar á Suður Afríku og það er náttúrulega líka það er þessi tenging náttúrulega sem útskýrslum sakur Suður Afríka tekur svona hart á þessu núna með því að hérna, fara gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum. En já, það er líka fordæmi kannski að ekki bara það að sniðgangan sjálf meðan almennings hafi efnahagsleg áhrif, heldur líka kannski normaliserar hún það að það verði að þú veist, beita einhverjum efnahagsþvingunum, það verði að gera eitthvað til þess að neyða stjórnvöld, þannig að maður svona vonar að þú veist, afleiðingin af akkurat baráttu BDS-hreyfingarnar svona sé að á lokum komi stjórnvöld á Vesturlöndum á einhverju leiti inn og fari að gera einhver alvöru úr einhverjum þvingunum akkurat Ísrael til þess að sína þetta ekki. En nú hefur verið gríðarlegu þrýstingur, það eru búin að vera þúsundir mótmæla þúsundir manna á mótmælum trekk og einhvern veginn alltaf hugsa mér núna er þetta svo margir að það hlýtur núna að fara að gerast eitthvað, að verða einhver viðbröð á hálfu ráðamanna. En það virðist vera sko svo sterkir hagsmunir í því að fylgja síonísku línunni. Já. Þetta er ótrúlega. En við vitum bara alltaf peningana. Við vitum alveg af hverju það er. Þetta er bara hagsmunir þeirra. Þeir ætla að halda mjög fast í þessa hagsmuni í staðan fyrir að kannski líta inn á við og hugsa, er ég með siðferði? Hvað liggur siðferði mitt? Hvað er rétt? Hvað er rétt að gera? Jú, mann alltaf sé þetta að með sko vopnaiðnaðinn, Ísrael er opna á svona öryggisiðnað og svoleiðis og allir þessi svona eiginlega kúnatæki, ég nefndi það akkurat aðeins í ræðinu minni að hvað sko Ísrael hefur svolítið notað Palestínu sem eiginlega svona rannsóknarstofu eða svona tilraunastofu til þess að þróa alls kyns ykkur ógeðsleg kúnatæki og eftirlitsiðnað og maður sér þetta núna að það er til dæmis mjög ógeðslegt að hugsa til þess sko hvernig, hvort að þetta muni marka til stríð í framtíðinni, þessi sko gervigreind eða algoritmar sem að Ísrael hafa verið að nota. Þetta meina með börnin að gráta? Sko, já, þú veist bara þeir hafa verið að nota einhverja svona gervigreind til að sko kortleggja skotmörk og svoleiðis og allir finna einhverja sko láttsetta kannski einhverjir Hamas-menn sko og svo passa þeir sko samt að gera árásina þegar þeir eru komin heim til sín og í kannski einhverjar íbúðablokkir og með fjölskyldunum sinni og svoleiðis. Og með þessari upplýsingaöflun sem að Ísrael hefur aðgangað. Þeir eru með gríðalegt security, þeir eru með rosalega framsækin kerfi. Já, og þetta selja þeir svo líka akkurat út allan heim og þetta er partur af þessum af hverju þetta er svo upplýsingasöfnunar geta þeirra er svakaleg. Það er til dæmis að tala að þegar
Jamal Khashoggi var myrtur af sáti-arabískum yfirvöldum, að þá hafi verið notað ísraelst forrit til þess að njósna síman hans, finna út hvað hann væri og svoleiðis sko. Og þetta notað af allskyns einræðisstjórnum og allskyns leyniþjónustum til að njósna fólk og þú veist, drónarnir og allt þetta dæmi sem þeir hafa verið að þróa. Þannig að, já, ég meina vissulega það eru mjög miklu fjárhagslegir hagsmunir þarna. Rosalegir. Og það greinilega mjög erfitt að einhvern veginn yfirstíga þá fyrir stjórnvöld á Vesturlöndum, en við verðum bara að halda áfram að reyna. Fjöldahreyfingar hafa áhrif, þær geta vakið upp athygli og meðvitund hvað í alvörunni í gangi og það allan í lýðræðissamfélögum og þá ætti það að skila sér í öðruvísi afstöðu fólks í kjörkassunum bara, út af því að ef við viljum standa fyrir siðferðislegum heim og alþjóðalögum og mannréttindum og svo framvegis, og þá verðum við að hafa okkur í samræmi við það á einhvern hátt. Líka alþjóðalögum sé framfylgt. Við ættum að vera að beita hörðum efnahagsþvingunum á Ísrael. Virkilega hörðum. Alveg bara alla leið. Bandaríkin líka, fyrst mér. En eiginlega eina ríki sem að gera eitthvað í rauninni með það, ég veit nú ekki alveg listan af ríkjum sem hafa sett efnahagsþvinganir á Ísrael, en þú veit með bláfátaka þjóð í Jemen sem að ríður bara á skarið og beitir efnahagsþvingunum, stoppar flutning skipa þannig. Jemen búin að vera gera eitthvað svo góða hluti sko. Já, en þau hafa líka alveg hryllilega orðið fyrir barðinu á herhyggjunni og dáið þarna alveg 100.000 í styrjöldum sem... En þeir bara neita að gefast upp, þeir ætla bara að hjálpa bræðurinn sínum og systrum. Já, þetta líka snýst það að í rauninni þau lönd sem að hafa verið nýlendu herrar, þeir bara samsama sig við nýlendu herrana Ísrael. Yes. Og við höfum ekki beint verið nýlendu herrar, við höfum þetta hagnast af alls konar aðráni í gegnum það bara hvar við erum á plánetunni, en við höfum ekki verið nýlendu herrar, við höfum verið undir Danmörku og við ættum í rauninni að samsama okkur við Palestínu og við gerum það almenningur, en það eru stjórnvöldin sem að eru ekki þar. Þess vegna verður við almenningur að við getum ekki gefið þau, við megum ekki gefið þau. Við verðum að halda áfram að mæta á samstöðufundi, halda áfram að hafa hátt, halda áfram að alla þessum undirskriftalesa, safnanir, allt. Halda áfram að við megum ekki hætta að tala þetta. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir framtíðina, hvernig þessi mál fara, hvernig alþjóðasamfélagi verður eftir allt þetta. Þetta vendipunktur í margir sögunni. Og vonandi skilar það sér í kjörkassana. Já. Að friðarmálin verði hátt á lista þar. Því miður hefur það gerst áður að flokkur tali hávært friðarmál og svíki öll þau loforð. Þannig að nú þurfum við leggja höfuð bleiti og virkilega skoða hvern við erum að fara að kjósa. Já. Katrín Jakobsdóttir sagði í grein 2015, margóft búið að nefna þetta en þá bara auðvitað að nefna þetta aftur og aftur, en hún sagði að við ættum að loka stjórnmálasambandið í Ísrael, beita í efnahagsþvingunum af því að þau væri að fremja þessi hryllilu mannréttindabrot, en síðan gengur hún alveg aftur af þeim orðum því miður. Eins og með svo margt annað. Þegar hún ætti að vera að styðja kæru Suður-Afríku, ættum að vera að gera allt sem við getum til þess að stöðva þennan hrylling. Berjast fyrir friðsumum heim. Einmitt, ég stofnaði undirskriftalista þegar málsókn Suður-Afríku fór í loftið og 10.000 manns skrifuðu undir þann undirskriftalista, en síðan reyndist algjörlega ómögulegt að koma því ég reyndi Katrínu sem þá var forsætisráðherra og Bjarna sem þá var utanríkisráðherra. Katrín bara, hún gaf ekki kost á því að gæti hitt hana og komið listanum á hana. Þetta var bara komin ekki við, utanríkisstefna hennar eigin ríkisstjórnar var henni bara... Þetta er vinnan hennar. Þetta er svo útrúlega. Þetta er vinnan hennar. Og síðan Bjarni að þá reyndi ég lengi og það var alltaf verið að bjóða mér að skilja þetta bara eftir í andirinu á ráðuneytinu. En síðan Hvað það þýr? Já, eftir 18 daga þá fekk ég fund með aðstofamanninum. Þá gafst ég upp, þá var ég búin að reyna svo lengi. Undirskriftarlisti sem snýrst það að fá Katrínu og Vinstri græna til að standa við gefin loforð. Já, þetta var sér að ríkisstjórn Íslands myndi styðja málsókn Suður-Afríku. Það myndi vera þau sem þau sögðust vera. En málið er bara
bara það að taka á móti listanum, að rétta fram hönd og taka við 10.000 manns eru Þetta er búin að minnsta. er að hvetja þig til þess að vera samkvæm sjálfur. Já, Að vera samkvæm þetta er að sjálfur. minnsta sem hún hefði getað gert. Já, já. Taktu bara við listanum. Þetta er vinnaðinn. En síðan sagði utanríkisráðuneytið að Ísland styddi alþjóðadómstólinn en ekki einstaka mál Einstakamál, og það getur verið stefna en málið er bara á hvaða hátt erum við að reyna að framfylgja úrskurði alþjóðadómstólins og því að núna er hann komin fram að Ísrael eigi að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Og hún er í raun að gera, Katrín hefur gert sér samseka af því að hún, í fyrsta lagi, hún alveg viðurkenndi þarna 2015 að þarna er í gangi alveg stórfellt mannréttindabbrot og svo er þjóðarmorð í uppsiglingu og hún gerir ekkert sem forsætisráðherra. En almennt fólk sem er að sjá þetta og við komumst alltaf hjá því að sjá þetta hvernig þetta er út af samfélagsmiðlunum að okkur finnst þetta bara viðbjóðslegt og við viljum að eitthvað sé gert í þessu og þegar að valdhafar okkar eru ekki að fara eftir samfæringu fólksins, eða síðferði fólksins, þá verðum við að beita okkur einhvern veginn. Við verðum að setja þrýsting á valdhafa, láta ykkur heyra, vekja fólk til umhugsunar og meðutundar þetta. Ég held að Julian Assange hafi sagt að það er einmitt ómeðutundin sem er aðal andstæðingurinn okkar, af því að það er alltaf lygar og blekkingar sem hafa náð að réttlæta stríðsrekstur, stöðugan stríðsrekstur. Og nú held ég að verði mótmæli og samstöðufundur fyrir Palestínu hvern laugardag klukkan 2 á Austurvelli og við hvetjum alla til að koma, en þau geta líka gengið í samtökin ykkar, MFIK og samtök hernaðarandstæðinga. Jú, vissulega. Við erum spennt að fá konur af því að við erum kvennasamtökum, elstu friðarsamtök á Íslandi sem voru stofnuð stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina og hugmyndin var einmitt aldrei aftur. Einmitt. Og það er mjög sorglegt að við séum ennþá starfandi af því að aldrei aftur er aldrei aftur fyrir alla að sjálfsögðum. Og það er að gerast aftur núna og það er gerst aftur nokkru sinnum. Já, akkurat, ég meina maður heyrið þetta maður heyrið 2006, já nú er heyrinn farinn, þurfið ekki bara að leggja ykkur niður og ég meina fyrsta lagi heyrinn er ekki eins og farinn og svo akkurat, ég meina við höfum aldrei skilið þá barátt okkar sem hún snúst eingöngu veru bandaríska hersins á Íslandi þó það sé vissulega stórt mál heldur er náttúrulega þessi NATO þáttaka okkar og hvaða kerfi það involverar okkur í og hvað það gerir fyrir utanríkisstefnu okkar og svo bara akkurat að fræða fólk almennilega þú veist hvað er í gangi í heiminum. Já, það er svo margir sem áttu sig ekki á þessu. Það er svo lítið að fréttum, það er svo lítið, íslenski fjölmiðlar er ekki sérlega áhuga samur um það sem gerist alls ekki utan landsteinana, þannig að svona það bara það að halda uppi einhverju fræðslu, vera með einhverju svona aðeins aðra narratífu heldur en oft kemur frá fjölmiðlum eða stjórnvöldum. Og ekki bara nóg með það að sé erfitt ofta að skilja hvað er í alveg í gangi í dag, og þá er líka svolítið erfitt að skilja hvað gerðist áður út af því að það er ekki alveg kannski verið að fræða alveg rétt alltaf hvað hefur gerst í gegnum tíðina. Nei. En Guttormur og Lea og Anita, takk fyrir samveruna og baráttuna innilega. Við erum með góða fréttir. Og við erum eina góða fréttir reyndar í endan. Og söfnunin fyrir hann Mohamed, við höfum verið að auglýsa það og fólk verið að standa fyrir því. Fjölskyldar hans í gær komst yfir landamæri til Kaíró. Þannig að þau eru öll örugg og við erum bara að þakka ykkur öllum fyrir að hafa tekið þátt í söfnuninni. Ég hef ekki séð Mohamed brosa jafn mikið út að eyrum í langa tíma og gæti ekki verið hamingjusamari fyrir hans hönd. Og þetta er bara glæðsleitt og takk allir sem að tóku þátt. Og þetta sýnir að þetta virkar. Það gerir það. Hvetjum alla til að taka þátt. Látum þetta ekki yfir okkur ganga því þetta varðar í raun Gaza og samkendin. Þetta er það sem varðar framtíð mannkynsins. Ekki að sigra óvinnin. Þetta er að standa með því sem er rétt, standa með mannkyninu og hjartanu. Algjörlega. Takk fyrir og takk fyrir samfylgdina. Við sjáumst næst. Takk. Takk fyrir.